Það gengur einfaldlega ekki að það séu eingöngu karlmenn í framboði til forseta. Það ekki nema rétt tæplega 5 ár síðan að konur þyrptust út á göturnar allstaðar á landinu í tilefni kvennafrídagsins. Yfir 90% kvenna lögðu niður störf þann dag og kröfðust sömu launa og sömu réttinda eins og karlmenn á vinnumarkaði. Og samstaðan hjá þjóðinni var mjög mikil, en það hefur því miður allt of lítið áunnist á síðastliðnum 5 árum. Launamunurinn enn gífurlegur og bara á þingi. Það eru 3 konur af 60 þingmönnum. Þessu verðum við að breyta. Heyr, heyr! Og því skorum við á konur að bjóða sig fram til embættis forseta Íslands. Segir Kolbrún Guðmundsdóttir, formaður Rauðsokkahreyfingarinnar. Engin kona hefur þó gefið kost á sér ennþá, en nokkrar hafa ítrekað verið nefndar á nafn, eins og Vigdís Finnbogadóttir, leikhús... Þeir eru að segja í útvarpinu að þú... Æ, ekki. En af hverju viljið þið að Vigdís bjóða sig fram til forseta? Nú, Vigdís Finnbogadóttir, hún hefur allt til brunns að bera. Hún mælsk, hún gáfuð, hún hefur fullt af leiðtogahæfileikum. Já, en nú hefur hún ekki mikla reynslu af Sæl-Vigdís. Sæl. Ætlar þú að bjóða þig fram til forseta Íslands? Nei, ég hafði nú ekki hugsað mér það. Sæl, þú að segja. Nei. Sæl. Nú hef ég fylgst lengi með þér og þínum störfum. Þú þið frábær forseti. Þetta eru nöfn 200 Íslendinga sem að skora á þig. Og þeir eru miklu fleiri. Já, hérna. Já, það vantar frambjóðanda með þín gildi og þetta mannlega viðhorf til mála. Ég kann að meta hvatninguna, en ég ekki á leiðinni í neitt framboð. Já, en nú hefur sýnt hugrekki og dugnað á mörgum sviðum. Hugleitu þetta af alvöru. Nafnið mitt og símanúmer stendur þarna fremst. Matthildur. Þitt nafn oftast nefnt. Þú þarft að taka þessu alvarlega. Ég sóttist ekki eftir þessu. Nei, en ef þú gerir þetta ekki, þá verður engin kona í framboði. Allar niður skæri, langa leggi. Sterkari, Þá breytist ekki neitt. Og allar gerum hendur og svo. Hvernig það allt orðið mín ábyrgð? Æ, góða testa. En ríkisstjórnin reiknar með því að... Við skulum kíkja á leið hans af á morgun áður en fyrir til ömmu. Já, mamma. Albert Guðmundsson þingmaður tilkynnti í dag framboð sitt til forseta Íslands. Albert hefur mikla reynslu af stjórnmálum, en margir muna eflaust líka eftir honum úr fótboltanum, enda fyrsti atvinnumaður landsins. Þar með hafa 3 menn gefið kost á sér til forseta. Mamma, sjáðu. Nei, ég kem eftir smáskan. Þeir Guðlaugur Þorvaldsson, Pétur Jóð Þorsteinsson og Albert Guðmundsson. En mikil umræða hefur skapast undanfarið að tímabært sé að kona bjóði. Góða kvöldið og fyrirgefðu mig. Góða kvöldið. Ég vildi koma til þín strax eins og skeyti frá áhöfninni á Guðbjarti í Ísafjarðardjúpi. Þeir skora á mig að taka slaginn. Já. Þakka þér fyrir. Þakka þér. Þú sagðir að lambalæri var í matinn. Engu finnst það til skemmtilegt. En ég ráð hvað er í matinn. Ormaberjasúpa í gómsætt. Kóngurinn ræður alltaf og ég banna ormaberjasúpu í mínu ríki. Jæja, mér bara alveg sama. Ég bara farin.
Hvernig dettur þetta í hug, barn? Ég hef aldrei haft neinn afskipti af sjómönnum samt skora þær á mig. Mér finnst ég knúin til að taka þessum áskorunum alvarlega. Ertu nokkuð að ofmetnast? Mamma, þú hefur hvatt konur til að láta til sín taka allt þitt líf. Já, en... Þú ert ekki læknir eða lögfræðingur. Nei, en kannski nýtist reynsla mín. Ég ætla að gera þetta. Fyrir Ástríði og dætur þjóðarinnar. Útvarp Reykjavík. Ríkisútvarpið býður góðan dag og verið velkomin á fætur. Nú verður útvarpað vel. Halló? Torfi, er þetta ekki vanhugsað? Góðan daginn, Vigdís mín. Nei, við fórum vel yfir þetta í gær. Já, en ef ég lendi í síðasta sæti, þá klúðra ég öllu fyrir kvennabaráttunni. Það er á seint að hætta við núna. Gunnar blaðamaður er á leiðinni að ræða við nýjasta forsetaframbjóðanda. Já, allt er leið þá. Hérna, bless. Bless. Maður vaknar ekki einn daginn og segir við sjálfan sig ég vil vera forseti. Heldur var skorað á mig. Kýtlar það ekki að koma kindina og verða forseti Íslands? Nei, en mér finnst það því sómi að vera treyst. Kannski er sómakend og hégómakend sami hluturinn. Veistu hvað felst í starfi forseta? Ég myndi ganga til starfa og gera það sem þarf. Þú hefur tekið eftir mótmælum gegn NATO og hersetu á Íslandi. Ertu ennþá herstöðar andstæðingur? Afsakað, ég verð að fá mig vasklas. Má bjóða þér? Nei, takk. Já, ég er fyrst og síðast friðarsinni. Ertu á móti hersetu á Íslandi? Já, ég er á móti her í hvaða mynd sem er, hvar sem hann er. Og verður það stefnumál? Nei, ég vil ekki draga fram mál sem þjóðin er klofinum. En nú ert þú ógift kona og einstæð móðir. Já, það hefur ekki farið fram með mér. Ég með. Hvers konar spurningar eru þetta? Hún verður að vera við öllu búin. Svo þarf hún líka að vera alveg skýr í afstöðu sinni til herstöðurinnar. Margir munu láta það ráða atkvæði sínu. Hún mun slípast til.
þyrfti samt að fá góða leiðsögn í því hvernig er best að svara þessu. En þú kemur reynslu í kosningabaráttun og hjálpar henni. Ég var búinn að lofa Albert að styðja hans kosningabaráttu. Þú hlýtur að skilja, ég get ekki gengið á bak orða minna. Vigdís þarf miklu meira á þér að halda heldur en Albert, sem er búinn að fara í 100 kosningabaráttu. Ég hefði haldið að Vigdís var í yfirburðastöðu með alla konurnar. Já, bara kæra þakki fyrir að koma og þú hugsar málið. Ha? Og svo verðum við bara í sambandi. Já. Vertu sæl. Takk, takk. Blessuð. Hvað var hún að gera hér? Það hefur mikið verið skorað á hann að bjóða sig fram. Við vildum bara heyra hvað hún er að hugsa. Og hvað? Hún segist ekki hafa nægilega reynslu, sem er ekki rétt. Það bara þorir enginn þeirra að gefa kost á sér. Við erum með frambjóðanda. Já, við vitum bara ekkert enn hvort einhver önnur kona ætlar að bjóða sig fram. Hvað er í gangi? Við þurfum að fylgja okkur á bak við Vigdísi, skrifa greinar, láti okkur heyra. Það eru skiptar skoðanir. Fresturinn rennur út í vikunni. Þið vitið alveg, það er engin önnur. Hún hefur ekki tekið þátt í neinu starfi hérna með okkur. Erum við ekki alltaf að berjast fyrir því að konur fái meira pláss? Nema bara ekki þessi kona. Við munum styðja hæfasta frambjóðandann. Já, og hún er hæfust. Vigdís, hún veit ekkert kjarabaráttu og hún fætt með silfurskeið í munninum að annan Albert sem berst fyrir lítilmagnanum. Albert? Ætlið þið að styðja Albert? Magga, það er ekki búið að taka neina ákvörðun. Við erum að meta stöðuna við... Hinn spaki, hann sefur við værðarfoð, sem vefur hinn sæti svífi dúni. Herri, hvað segir þið? Sá gikt veiki dogmar á furu fjör. Fengsæll við svellandi barn. Meðan mest lúlið þið, harðast vinnu við. Við að þrífa eftir ykkur útskitið. Við sópum torginn og eftir við hliðarstétt. Meðan í annara bólum farið þið að sprett. Magga, það kemur stuðningsyfirlýsing frá Rauðsokkum, ekki? Ég veit það ekki. Var opnurinn ekki örugglega auglýst? Jú, auðvitað. Ég fer að sækja fleira fólk. Að metta heila sorgbeðingastöð. Þó að sóknin sé linur. Veldu við ekki rétta kosningastjórn? Jú. Úr bítum að bera. Við slum á menninguna og við ætlum að huga að reyna landum okkar og öllu því. Takk fyrir stuðið. Virkilega. Takk. Sæl og blessuð, mikið gaman að sjá mig. Takk fyrir að koma, gátt í bæinn og fáðu vöfflu. Það er aldeilis. Takk fyrir að koma og vera með. Ég held að Magga hefði sagt þér. Ég verð að halda mig við Albert. Bien vu, monsieur. Ja, ma konkurrent. Velkomin í slaginn. Takk fyrir. Þetta er nú nýtt fyrir mér. Mættu ekki bjóða okkur inn og fá okkur vöfflu? Nei, við erum að drífa okkur á fund niðri í stjórnarráði. Já. Fyrirgefðu. Ekkert. Já, nei, hvað? Hann má hafa sína skoðun. Ég skil hans afstöðu bara mjög vel. Já, það. Finnst þér ekki vera að velja rangan kandídat? Vigdís, þú verður að samfæra fólk að kjósa þig. Ég get ómögulega að vera að upphefja sjálfa mig. Nei, ok. Þá verðum við bara að leggja áherslu á málefnin. Já, sá sem hefur góða málstaða, hefur alltaf von. Menningin er mér hugleikinn. Við eigum kannski ekki hallir og kastala til minningar fortíðina, en við eigum landið og orðið. Menning er að gera hlutina vel. Það er til dæmis menning
Sjóða ísu vel. En var ekki betra ef þú ættir mann? Ég vissum að ég stæði ekki hér ef ég væri gift. Verður þú til í að vera húsfreyja á Bessastöðum? Já, liggja með tærnar upp í loft. Já, ég skal... Ég skal landa það. Fagfélögum með, það voru fóstbrotnar í morgun. Það voru hérna félag búvörufræðinga. 2/18/64. Hvað 2/18/64. Já, Jónas. Kristján, þú erum að fara. Hann hringdi í morgun. Já. Þú var áhugasamur. Ok. Það var bara að heyra í honum aftur. Ok, ég skal heyra í honum. Hvað? Er þessi augsýking áberandi? Nei. Nei, ertu með speil? Erum í spegil? Veistu ekki, ég held ég hafi glemt að taka með mér spegil í morgun. Ekki áberandi. Þetta er agalegt. Heyrðu, þetta er bara eins og í leikhúsinu, ákveðin aesthetík. Eða þetta. Hvað? Veistu að ég held að íhaldið muni elska þig enn meira að þú heldur áfram að nota þessi sólgleru. Góði. Og hvað, ratar upp í ráðuneyti? Æ, góði. Nú hefur þú enga stjórnarfarslega reynslu. Er það ekki vandamál? Ég tel að reynsla mín úr leikhúsinu nýtist vel. Það læri ég að skilja fólk og samfélagið. Leikhúsið snýst það. En hvernig myndur þú bregðast við þeim vanda ef, ríkisstjórn milli þinga myndi gefa út bráðabirgðalög sem þú getur ekki sætti við að staðfesta? Myndur þú neita skrifa undir? Það færi auðvitað eftir því hvaða lög það væru. Ef þau væru andstæð stjórnarskrá, þá já. Já, hvernig myndur þú vera því? Ég myndi kalla saman þingið. Það er hægt að gera það á einum degi. Láta þingið fara yfir lögin, samþykkja eða ekki. Svo myndi ég meta hvort ég skrifaði undir lögin eða ekki. Nú ég löglærður maður og samkvæmt starfsskyldu forseta Íslands þá stenst ekki orð þessu svari. Já, enginn er alvitur. Og ég myndi að sjálfsögðu leita ráða hjá fróðari mönnum. Ég fæ kannski númerið þitt. Nú greindist þú með krabbamein. Er skynsamlegt að bjóða sig fram verandi með lífshættulegan sjúkdóm? Takk fyrir að nefna það. Svo margir vita að greindist ég með krabbamein fyrir nokkrum árum, en læknaðist af því. Það er mikilvægt að fjalla brjóstakrabbamein því það getur skipt sköpum að það sé greint nógu snemma, eins og í mínu tilfelli. Enda er ég heil heilsu í dag. En að sjálfsögðu geti ég veikst af alls konar sjúkdómum og hrokkið upp á hvenær sem er, eins og við all. Hvernig ætlar að gegna embætti forseta Íslands einbrjósta? Já, það stóð nú aldrei til að hafa þjóðina á brjósti. Þvílíkt tilsvar hjá stelpunni. Já, hún hefur alltaf kunnað að svara fyrir sig. Heldur betur, það er allir að tala um þetta. Það verið að ræða þetta í útvarpinu á það. Þú ert að gera? Jöps. Ég er nú kannski ekki nógu móðins, en mér finnst nauðsynlegt að virðuleg hjón sitja á forsetaheimili. Getur maður sagt frú forseti? Já, alveg svo við segjum frú skólastjóri. Já, auðvitað. Hvernig er hún búin að vera? Bara fín. Hún er aldrei stolt að þér í dag, mamma þín. Takk okkur fyrir að leyfa Ástríði að vera. Sjálfsagt mál. Aragötu yndi mitt. Gott að sjá þig, mamma mín. Sælskan. Það er ekki fínt hjá ykkur í dag? Jú. Já, þú mætti klæða henni aðeins betur. Það var svolítið kuldi í henni þegar hún kom. Nei, sæl, Fríða mín. Sæl. Hvernig ertu í mjöðu mín í dag? Æ, þetta mjakast. Blesseskan. Blesseskan. Bless, mamma mín. Takk fyrir. Þannig að allir í sögunni fá vel sér einn töframátt. Ég myndi vel að geta hlaupið ótrúlega hratt. Eða vera ósýnileg. Þá ég njósnað alla á númeri keks og þú sér mig ekki. Já, það kæmi sér nú vel. Má ég lesa söguna núna?
Já. Og ég er svo spennt. Ástríður mín, kom daginn. Við sváum yfir okkur. Sjáðu, við sváum í fötunum. Ég vil lesa söguna mína núna. Við erum orðnar seinir í skólann. Því miður. Við þurfum að eiga það inni. Ha, komdu. 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 Á ég fyrir stigvél? Já, gerðu það snart. Mundu svo eftir töskunni? Já. Við þurfum að fara að koma okkur. En hvernig líst þér á Vigdísi? Sko, forseti þarf að þekkja valdsvið embættisins, en það gerir Vigdís bara ekki. Svo las ég grein í dag eftir Gunnar Blaðamann baráttu hennar gegn varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli. Hún hefur skrifað undir yfirlýsingar, þar sem orðin kanamellur, rappar Nixons, bandaríkjasleikjur og fleira koma fyrir. Það er bara eins og hún sé kommunist. Kanamella? Þetta heitir sko karamella. Já, ég er sammálaður þér. Það er vandað til verka hér. Já, það er frábært. Gaman að heyra. Ég mun skila því til hennar. Það verður blessaður. Hvað vitleis er þetta? Gengum manninum eiginlega til. Já, síminn hefur ekki stoppað. Það er mikill stuðningur. Margir ætla að senda greinar í blöðin. Af hverju þarf alltaf að draga fólk í pólitíska dilka? Er ekki bara heilbrigt að taka þátt í þjóðlífinu á þess að setja flokkstimpil á mig? Já, ég byrja að vinna í drögum að frétta tilkynningu frá þér. Nei, við eigum ekki meiri tími í þetta. Við látum þau ekki ná stjórninni. Torfi, kom það þess. Nú gefum við bara í. Förum að heitum fólk, sköpum umræðu. Gerum fólk svolítið forvitið. Og hvetjum það til að taka eigin ákvörðun. Gleypa við slagorðum. Svo förum við í hringferð landið. Náum aldrei að tala við alla. Ég trúði ekki að hann hafi skáldað honum með orð sem ég hef aldrei notað og myndi aldrei segja. Var ekki meiri sómi í því að hafa gagnrýnina málefnalega og háttvísari? Jú, en hann tekur þetta ekki upp í sjálfu sér. Það eru áhrifamikil öfl sem vilja alls ekki að þú náum kjöt. Vika, þér hefur borið sliðsveiki. Við hefðum átt að vera löngu komnar, Vigdís mín. Þið þurfið ekki að afsaka ykkur. Ég er ekki viss að ég myndi kjósa mig sjálf í ykkar sporu. Við könnumst í miður alltaf vel við þessa umræðu sem beinist núna gegn þér. Já, hún er ekki á háu plani þessa dagana. Enda skil ég betur hvað þið hafa verið að ganga í gegnum. Enda erum við stórhættulega konur. Jæja, hvernig getum við hjálpað? Já, komið með mér. So now our good neighbors realize that Icelandic ships can fish for 200 nautical miles from the country's shores. So today we present a monumental agreement between Iceland and Norway. Thank you, Mr. Prime Minister.
hverju hún hér? Var öllum forsetaframbjóðendunum boðið eða? Nei, hún náttúrulega leikhússtjóri. Nei, ég veit ekkert af hverju hún boðið. Við erum að fagna nýjum fiskimiðum, ekki einhverju menningarflúffi. Hún fikk allavega ekki boð frá mínu ráðuneyti. Það ekki verið ekkert sem böðni. Greinarnar þínar mig ekkert alltaf sérlega nákvæmar. Nú? Ég hef aldrei verið í sósíalistaflokknum eins og þú heldur fram. Nei, ég skrifaði bara að það væri náin tengsl á milli Keflavíkurgöngufara og Kommana. Ég hef aldrei verið í stjórnmálaflokki. Enda hugnast mér ekki flokkapólitík. Ég veit ekki eins og hvað ég myndi staðsetja mig. Ég vil jöfnuð, þá er ég til vinstri. En svo aðhyllist ég líka frelsi einstaklingsins og þá er ég til hægri. Það sem hefur reynst mér best er að kynna mér málin. Og þannig kemst ég að skynsamlegri niðurstöðu. Já. Bara. Viltu svo leiðrétta þessar rangfærslur sem að þú hefur prentað mig? Hefur maður nú ekki vanið því að það sé lengri röð á karlaklósetti? Nei, en það halda flestar konur sig fjarri heimi stjórnmálanna. Þú þarf nú að hafa sterk bein. Vigdís. Það er hérna danskur blaðamaður sem langar til að tala þig. Det er fru Finnbogadóttir. Du har et spørgsmål. I Danmark er der stor interesse for din opstilling til præsident. Ja, er det? Hvordan i alverden har du tænkt dig at blive valgt? Nå, der er mange mennesker, som har opfordret mig til at stille op, så... Já, og næsta kjörtímabil og ætlar þú þó... Í alvörunni möguleiki að þetta verði næsti forseti Íslands? Fráskilin einstæð móðir? Það er stóra uppstíðum. Glædje til årene i Sverige. Hip hip hurra til en hårlig kveld. Ce que je trouve le plus remarquable, c'est que vous soyez fasciné qu'une femme soit candidate l'année 1980. Eh bien, nous avons jamais vu une femme élue dans le monde entier. Ils ont mis de temps.
Hvað er þetta allir farangurinn? Já, þú sagði mér að pakka ekki á miklu. Við erum að fara í 2 vikna ferðalag. Já, og það eina sem við þurfum er stemning. Já, og atkvæði. Fylgi Vigdísar hefur aukist mikið samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum en Albert mælist enn hæstur og hefur hann aukið sinn hlut frá fyrri könnun 1,14%. Ég held að forseti hljóta vera nokkurs konar speilmynd þeirra mannesku sem þjóðin telur sig vera sjálf. Mynd sem stór hluti þjóðar sætti sig við. Hvort að ég sé svo mynd eða ekki verða aðrir að dæma. En ég er ekki ein. Þið eru líka í framboði. Ég er bara oddvitinn. Þetta eru kosningarnar okkar. Finnst þér að það eigi að auka vald forseta? Nei, forseti Íslands er eign þjóðarinnar, en þjóðin ekki hans. En hver á að setja í bíl með drottningunni ef kongur og drottning kom í opinbera heimsókn? Já, það er nú pláss fyrir 3 í bíl. Ég vil þakka falleg orð í garð okkar sveitunga. En mig langar að spyrja Vigdís, eru þið hrein mey? Sæl, elska mín. Hæ, mamma. Hvað er gott að heyra í þér. Hvernig gekk sýningin í dag? Vel. En mamma, hvernig kemurðu? Bráðum, elska mín. Æ. Heyrðu, viltu syngja fyrir mig lagið úr sýningunni í dag? Já. Lóan er komin að kveða burt snjóinn. Kveða burt leiðindin, það getur hún. Hún hefur sagt mér að senn komi spóinn. Sól skín í dali og blómstur í tún. Hvað þetta var fallegt. Takk. Elska mín, við sjáumst bráðum. Já, mamma. Gerum það. Bless hjarta mitt. Bless. Góða nótt. Góða nótt. Eggert, sæll. Sælir. Ég var aðeins truflaði. Gunnar er langar að spyrja hérna nokkra spurninga. Þið hjónin þekkir náttúrulega Vigdísi vel eða ekki? Jú, hún er fjölskylduvinnu til margra ára. Þessi kjördóttir hennar, hvaðan kemur hún? Hún er ættleidd. Já, en Magnúsdóttir? Já, Magnús Magnússon, vinnur Vigdísar, hann lánaði henni föðurnafnið. Já. Ertu að skrifa grein um þetta? Hann er að skrifa greinar um bakgrunn allra frambjóðenda. Það er ákveðnir hlutir í fortíð Vigdísar sem kjósendur eiga rétt á að vita. Já, er það? Já. Og ertu að fiska eftir slúðruð alla frambjóðendur? Nei, þeir eru náttúrulega harðgiftir. Hún er kona með fortíð. Þetta fyrir meðan allar hellur. Þetta verður síðasta shoppupilsan sem að ég fæ mér á þessu ári. Segjum frekar úr þessari öld. Daginn. Ég ætla bara að hingra þess. Hann hættir ekki. Ég vil ekki sjá þetta. Við verðum að sjá þetta til að geta svarað honum. Það er ekki til neins. Þetta eru bara árásir. Ég verð að komast heim. Nei, takk.
geri mér alveg grein fyrir því að við getum náttúrulega ekki ráðið því hvað foreldrarnir segja. Nei, en að þið getur látið mig vita ef þið verið vör við eitthvað slæmt umtal í kringum Ástríði. Já, ég skal biðja kennarana að fylgjast með. Bara eins og þeir geta. Takk. Þessi umræða og árásir að mig eiga ekki að þurfa að bitna á henni. En það hefði nú ekki þurft að koma neitt sérstaklega óvart að það yrði umtal. Það fylgir alltaf. Svendi Björkvart, við verðum að ná þessu af áður en hún kemur. Ég veist ekki að þú ætlar að koma að sækja mig. Ég vildi koma þér á óvart. Búin að sakna þín svo. Við erum búin að reyna að ná þessu af, en það... Hæ! Þú! Hvað ertu að gera þarna? Ég veit hver þetta er. Við erum ekki svona. Sæl, Ástríður. Hæ. Kom með mér inn. Við höfum séð svartara. Þetta var komprendi. 70.000 eintök inn á hvert heimili. Við klárum þetta með stæl. Og þannig ég vona að þið vitið að það er ekkert til í þessum sögusögnum um mig. Og þrátt fyrir þessar persónulegu árásir til ég mjög mikilvægt að við tökum ekki þátt í þessum leiðislag og einbeitum okkur áfram að málefnunum. Mér finnst veikleikamerki að svara ekki fyrir sig. Þar eru við ósammála. Ég farin í dag. Heyrðu, það kom sending. Hvern þekkir þú fyrir norðan? Kæra Vigdís, í dag og ég loksins fjölskyldu. 4 ára son sem ég fékk að ættleiða ein eftir að þú ruddi brautina. Þegar þú vinnur heiti ég á það að vera í þessu hlýjar kveðjur á norðan. Hér hjá mér er Auður Auðuns. Auður hefur setið á þingi sem alþingismaður í meira en áratug og var fyrsta konan til að gegna embætti borgarstjóra og seinna ráðherraembætti. Þátturinn er byrjaður! Auður, nú er Vigdís fyrst kvenna á Íslandi Þegar sig fram til forseta og stuðningsmenn hennar keppast við að ausa hennar lofi. Hvert er þitt álit á að Vigdís til að gegna forseta? Björga! Já, það verður að segjast alveg eins og er að Vigdís er varla greiði gerður með því oflofi sem að stuðningsmenn hlaða á hana gáfur og menntun. Hún er með lægstu háskólagráðu. BA próf telst nú alla til hámenntunar. Svo segist hún vera ópólitísk. En á sama tíma er hún framarlega í hópi herstöðvar andstæðinga og reynir svo með undanbrögðum að komast hjá því að svara skýrt fyrir það. Já, hún er þar að leiðandi óheiðarleg í tilsvörum. Eins og hún hafi ekki verið sendið þetta viðtal. Ég get allavega að lofa þið því að enginn sem ég þekki senda hana. Fyrsti og eini kvenráðherra landsins og öll þjóðin að horfa. Magga. Ekki tala við mig. Magga. Ekki tala við mig, sagði ég. Magga. Magga, má ég koma inn?
Magga. Menn eru hræddir. Ég veit það. Af því hún er raunveruleg ógn. Hún er að stíga inn á þeirra forréttindareit. Og þeir eru ekki tilbúnir fyrir þannig breytingar. Það mun aldrei neitt breytast. Aldrei. Ég veit þú þarft ekki minn stuðning. En ég stend með þér. Ég var öðruvísi. Fekk alveg að heyra það frá skólafélagunum. Mamma sagði mér að leiða þetta hjá mér. En þegar þau voru að fara að henda skóladótinu minni í drullupolla og ganga á lagið, þá vissi ég að það þyrfti eitthvað að breytast. Og ég fór að svara fyrir mig. Tókum okkur saman okkur ástandsbönn, snérum á þau. Já. Mamma var með bandarískum hermanni. Ég vissi það ekki. Er pabbi þinn? Ég veit ekkert um hann. Ég held að búa bara í Ameríku. Ég skil. Já, þú hefur nú aldeilis... Hvað? Unnið mig upp? Nei, ég meina, ég trúi ef all ennþá að ég sé kosningastjórið. Þú átt fullt erindi. Þú segir það við mig. Hvað segirðu við sjálfa þig? Mín kynslóð er alveg fyrir það að hégómi er sannarlega ekki að finna góða. Hégómi og sjálfstraust er ekki það sama. Ef þú trúir ekki á þig, þá er erfitt fyrir okkur hin að gera það. Ég meina, allt þetta í dag, þú átt allan rétt á því að vera brjáluð. Það er ekki réttmætt að kalla þig óheiðarlega. Það er bara lygi. Jafnvel full heiðarleg fyrir minn smekk. Gott kvöld. Við bjóðum forsetaframbjóðendurna velkomna í beina útsendingu. Nú er erilsamri baráttu að ljúka. Eru menn að niðurlótum komnir? Albert. Þetta hefur verið krefjandi. Maður hefur stundum verið þreyttur, það er ekki hægt að neita því. Vigdís. Nei, það er öðru nær. Það hefur verið ómetanlegt að kynnast öllu þessu góða fólki út um all land. Ég held ég hafi bara aldrei á æfinni skemmt mér svona konunglega. En Vigdís, vilt þú herinn á brott? Þú hefur verið gagnrýnd fyrir að svara því óskýrt. Ég er þingræðissinni og lýðræðislega kjörnir fulltrúar taka ákvörðun þetta.
Ég tel þetta illa nauðsyn eins og ástandið í heiminum. Við verðum alltaf að halda umræðinni vakandi það hvenær við sitjum aftur ein í okkar landi. En nú virðast margir hafa skoðun á þínum lífstíl og ýmislegt bæði sagt og skrifað þig í aðdraganda kosningana. Já, á nú að fara að ræða gæftasögurnar. Já, það rétt. Ýmsar sögur mig hafa komist á kreik. Við Íslendingar nú skáld. Skárra væri það nú ef þau notuðu ekki forsetaefnin sem yrkisefni. En þeim hefur nú verið dálítið misskipt á milli okkar. Já, láttu það bara heyra það, sko. Þú hefur sagt að þú sért í framboði vegna dætra þjóðarinnar. Á þó að kjósa þig af því þú ert kona? Nei, það á ekki að kjósa mig af því að ég kona. Það á að kjósa mig af því að ég maður. Og innan orðsins maður bæði karl og kona. Við vitum að það hefur ekki ríkt jafnrétti hér í þessu landi. Og ef ég get hjálpað dætrum okkar að koma fram til jafns við karla, þá tel ég að ég hafi lagt eitthvað til mála sem þeim til gagns og góða. Í dag kjósum við Íslendingar nýjan forseta. Kjörstaðir í flestum stærri kaupstöðum landsins voru opnaðir klukkan 9 í morgun og verða opnir til klukkan 11 í kvöld. Í dag kosið á milli 4 frambjóðenda sem kunnugt Það eru þeir Pétur Thorsteinsson, Albert Guðmundsson, Guðlaugur Þorvaldsson og Vigdís Finnbogadóttir. Hefðum allt eins getað sleppt í að mæta. Atkvæðin okkar núllaskortið út. Það? Hvort myndir þú vilja vera hafmeyja eða fljúgandi skógardís? Þessi erfið. Hvað ætti ég að velja? Góðan dag. Hver ert þú? Ég heiti Ragnar. Ástríður mín, þú mátt fara inn og fá þér djús. Sæl. Ég var á kjörstað. Kaust þig þetta. Takk fyrir það. Já, mér þetta einhver málspætur en... Fyrirgefðu. Hvað átti betra skilið? Þú varst alltaf brautryðjandi. Njótið dagsins. Takk. Já, eins og við sáum áðan þá Guðlaugur efstur eftir fyrstu tölur, en það munar ekki miklu á honum og Vigdísi. En á eftir að telja töluverðan fjölda atkvæða, svo staðan getur sannarlega breyst. Mikið ánægilegt hvað góð kjörsókn. Já, það algjörlega Afsakið. Fáið glæsilegt. Gjörið svo vel, endilega fáið ykkur. Heyrðu hérna, hvar Þorfi? Torfi, fór hann ekki að sækja? Allir með í glösum? Allir með í glösum? Flott, allir með í glösum. Býtu, fór Torfi til Akureyrar eftir þessum petsum, eða? Nei, þarna hann. Halló. Bæði Ríkisútvarpið og sjónvarpið. Loksins! Ofnin funheitur. Funheitur. Styttist í petsur. Vigdís, þú ert búin að sanna að við eigum fullt erindi meðal fremstu manna. Heldur betur. Já, þetta nú bara fyrstu tölur, en við sjáum hvað setur. Ég veit að ég er löngu hætt. Ég vil bara ekki að stelpan sjá mig. Nei. Nú bara að bíða. Veistu, akkurat núna mér eiginlega alveg sama hvernig þetta fer. Allt í lagi. Ég viðurkenni að ég vil allavega ekki vera neðst. En nú ég aftur frjáls.
Á morgun getur gert það sem ég sýnist. Vika! Þú defst? Æ, það var allt eftir að snúast á hvolfi í næstu tölum. Góða besta. Vika, ég er búin að þekka þig í hvað? 44 ár. Ég veit alveg hvað sem metnaðarfull þú ert. Auðvitað ertu efst. Auðvitað. Eftir þessar síðustu tölur er Guðlaugur aftur orðinn efstur. Svei mér þá. Þetta ræðist ábyggilega ekki fyrir en síðustu tölur eða síðustu atkvæði hafa verið talin. Einhver bið er í að næstu tölur berist, en það verða fyrstu tölur úr Austurlands... Drífðu í bólið. Ég skal vaka. Æ, já, er það ekki bara... Ég held áfram að vera fyrst úr partíum. Já. Enn er ekki hægt að spá fyrir hvort Guðlaugur eða Vigdís beri sigur á hvítum. Vigdís. Þú ert orðinn forseti. Þú ert fyrsta konan í heiminum sem er kosin forseti. Að breyta heiminum. Mamma, varstu? Já! Já, elskar mín. Þú ert undirbúið að gera það tilbúna? Já. Þjóðin er að bíða eftir þér. Hvað skal við skulum koma? Við erum að byrja á. Hvað skal við? Mamma, amma er komin. Ég kem. Hún er að koma. Trúði aldrei að þetta myndi gerast. Ég er svo óumræðilega stolt af þér, elsku Vigdís mín. Og pabbi þinn hefði verið það líka. Þjóðin er að bíða.
ég á að segja þegar ég sé ykkur svona mörg hér? Hjarta mitt fyllist af þakklæti fyrir þann sóma sem þið sýnið mér með því að koma hingað. Á mitt heimasetur hér á Aragötu 2. Mér hefur verið tíðrætt það undanfarið hve mikinn auð við eigum í orði og visku forfeðranna sem þeir hafa flutt okkur, bæði heimamenn sína fortíð og einnig íslensk skáld visku og skáldskap utan úr löndum sem hafa orðið okkar eigin fyrir það að við eigum þessa tungu sameiginlega. Ég óska þess að við megum búa saman við kærleika og visku og megi Ísland lifa aldir, frjálst land. Ísland lengi lifi. Húrra! 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 You